Velkomin aftur á Sjávarútvegs ráðstefnuna 2025, þar sem yfirskriftin róum í sömu átt og við erum búin að vera að ræða hér nýsköpun og þessi ráðstefna fjallar líka útflutning, samkeppnishæfni og svona hefur verið að reyna aðeins að byggja upp samtalið við og sjávarútveginn. Við ætlum að fara okkur aðeins yfir í stjórnmálin. Hingað komnir tveir afar góðir gestir sem eiga það reynda bæði sammerkt að vera góðir vinir mínir. Hallar Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrverandi orkumálastjóri og Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Verið velkomin. Takk fyrir. En þau eru ekki bara hér að þau eru vinir mínir, þau eru líka hér af því að þau eru mjög fróð þessi mál. Hallar svona mjög alþjóðlega þenkjandi og hefur pælið mikið í útflutningi og svona samkeppni líka og Jenni auðvitað bara fæddist með fisk í hendinni. Má ekki orða það þannig. Við byrjum þar. Þetta svona þessi grein á stóru og breiðu spjótunum, Jenni, hún skiptir þig miklu máli. Já, ég meina ég fæddur uppalinn í sjávarþorpi og hef alla mína tíð þangað til ég fór inn á nýjan starfsvettvang núna núna eftir kosningar að ég búinn að starfa í sjávarútvegi alla mína tíð. Byrjaði að vinna í rækjuvinnslunni og frystihúsinu og vorum þetta krakkarnir í humarsalnum og svo færði maður sig upp. Það var svona uppgreit að fara í rækjuvinnsluna, komast til vaktavinnu og miklu peningar. Margir vinir mínir fóru á sjó og þetta hefur bara verið það sem ég hef verið að gera alla tíð. Var í 18 ár að reka fyrirtæki sem að flutti út fiskimjöl og lýsi. Það er svona kannski minn lengsti starfsferill. En auðvitað líka kom ég inn þetta á annarri átt að vera formaður SFS í 6 ár og þaðan tengdist maður náttúrulega inn í SA og annað. Þannig ég hef líka bara séð umbreytingun á íslenskum sjávarútvegi. Ég man eftir því árið 1991 þegar ég var í 10. bekk. Þá var staðan þannig að til dæmis Guðrún Þorkilsdóttir sem var eitt af uppsjávarskipum Rafistús Eskifjarðar sem þá hét það, heitir Eskja í dag, gat ekki fara út á sjó af því að það vantaði haffæri á skipið, það var eitthvað að í brúnni og það voru ekki til peningar til þess að laga skipið og þau voru orðin mjög gömul og skipakosturinn orðin úreltur, eitt sá elst í Evrópu. Frystihúsin voru bara með þeim elstu sem við sáum. Við vorum bara langt aftur á merinni í svo mörgum skilningi. Og sjá íslenskan sjávarútveg í dag, tæknina, tækniþróunina, helmingur á öllum einkaleyfum á landinu komi gegnum íslenskan sjávarútveg. Þannig að þetta alveg ótrúlegt að fylgjast með því hvernig greinin hefur þróast og bara mikið ánægjuefni og hvernig líka störfin hafa breyst. Og þetta náttúrulega bara skapa mikinn auð og verðmæti fyrir þjóðina í gegnum tíðina, náttúrulega bæði hérlendis, búið náttúrulega til ógrynni starfa og verðmætasköpunin svakaleg og svo náttúrulega þessi útflutningur sem hefur náttúrulega stór aukist nánast með hverju árinu. Svona staðan aðeins á þessu í dag, þetta er bara staðið steyrum greinina á þessu ári, svona verið kannski meira í umræðinu heldur en ofta og eru ekkert alltaf á svona jákvæðum nótum, en svona, hvernig metur bara svona heildarstöðuna og líka kannski gagnvart umheiminum? Ég held að framtíðin sé björt og þetta auðvitað eina af okkar allra mikilvægustu greinum. Ég nú ekki með sama bakgrunn og Jenni, ég kem svona meira á landbúnaðaráttinni að þessum auðlindamálum. En ég myndi segja að ef ég hugsa tilbaka, þá var það einmitt þannig þegar maður fór að taka þátt í sýningum eins og sjávarútvegssýningunni sem var í Brussel en núna í Barcelona, taka þátt í sjávarútvegssýningunni Mjög góð umbreyting. Já, klárlega betra veður. Og svo var maður í Boston sem líka svona risastór sjávarútvegssýning og bara upplifa, Ísland auðvitað stórveldi í þekkingu á þessu sviði og það hefur einmitt eins og Jens Garðar kemur inn á að þetta hefur auðvitað orðið gríðarlega mikil breyting. Ég var að hlusta hérna á erindin núna á Greenfish, hvað þeir eru búin að vera að gera, að nýta gervigreind og gervinetti í að útfæra fiskveiðispár. Horfa á önnur fyrirtæki, Ankeri, hvað þessi grein orðin, hún miklu meira en það að veiða fisk. Þetta bara hugbúnaðargeiri, þetta matvælageiri, við erum að drekka kollab, drekka fiskinn. Þetta eru fæðubötuefni, þannig að maður getur einhvern veginn ekki annað en bara hrifist með og átta sig á því að það að halda utan þessa verðmætugrein skiptir máli þessuna í svo ótrúlega miklu samhengi. Og það held ég að ef við horfum á stjórnmálin, að ábyrgðin okkar dálítið að passa upp á að þessi breidd sem að greinin á í dag haldi áfram að vaxa þannig að sjávarútvegurinn sé grein sem að ólíkir nemendur og fyrirtæki í ólíkum
ólíkum sviðum séu að sækja í og sjá tækifæri í. Að þetta eru einn af þessum auðlindar geirum sem við eigum, eins og orkan, þar sem að tækifærin eru endalaus. Ef það er eitthvað sem ég, svo sem maður vissi en hefur komist ennþá frekar að þú tala þessi tækifæri til framtíðar, bara það sem að Heiða Guðjóns var að segja við okkur í morgun, 2 milljarðar að vera að færa úr örbið upp í millistétt og eitthvað þurfa þau að borða. Þá erum við náttúrulega að tala landeldi líka sem að þau þekkir líka, bara eldi yfir höfuð sem þú þekkir mjög vel henni. Og svona hvað við erum í miklu dauðafæri að halda áfram, maður einhvern veginn hélt við varum komin á einhverju endastöð en þá eins og Halla segir við byrjað að drekka fiskinn og komin í landeldi. Ég held að líka í umræðinu bara heilt yfir og það sem held ég bara verið mikið lán fyrir okkur Íslendinga að við höfum aldrei látið góð tækifæri fram hjá okkur fara. Við höfum virkjað og við höfum byggt álver sem voru mikil stoð og bara svona fyrsta stoðin á móti sjávarútvegi í efnahagsmálunum þegar við byggðum Búrfell og síðan álverið í Straumsvík og síðan hefur ferðaþjónustan komið inn og nú er fiskeldið að koma inn og við erum að sækja tækifærin í fjörðunum þar sem það er hægt og síðan erum við líklega að verða leiðandi í heiminum í landeldi. Ef að öll þessi verkefni verða veruleika sem eru núna á teikniborðinu og mörg hver komin langt eins og Laxey og First Water og Thor landeldi þá verðum við bara stærst í heimi í landeldi. Af því að landeldi er stórt í öðrum tegundum en þá er ég að tala í laxi, að þá verðum við leiðandi í laxi í heiminum og svo langt fram úr öðrum þjóðum. Þannig að við eigum að grípa öll þessi tækifæri og bara varandi nýsköpun og annað. Ég held að það hafi líka verið mikið lán og það hafi verið mikil gæfa að hvað þeir hafa unnið náið saman nýsköpunarfyrirtækin og tæknifyrirtækin að þróun bæði vélbúnaðar og nú er þetta orðið mikið hugbúnaður eins og við heyrum, gervigreind og annað, að það er svo náið samstarf og iðnaðurinn er svo opinn fyrir samstarfi og ná lengra, ná betri nýtingu á veiðarfærum, betri gæði og allt þetta og þetta er allt þetta samstarf og núna bara við sjáum líka bara með þessu að fjöldi þeirra sem eru að starfa svona handaflinu í greininni hefur stórfækkað en að sama skapi hefur á móti hefur við búið til miklu verðmætari störf sem eru í þessum geira og við höfum búið til nýja útflutningsgrein fyrir 20 milljarða í einmitt tæknilausnum og ég meina marel er ekkert bara stórt í fiski, þeir eru orðnir risastórir og heimfært þetta yfir á kjúkling og svín og allt þetta þannig að þetta er bara frábær saga að segja og við eigum að vera ótrúlega stolt af þessu og mér finnst við eigum að gera miklu meira úr því. Því að ég talaði eins skólana, Halla, það er náttúrulega nokkur Íslendingar sem hafa menntað sig í Harvard en þú ákvaðst að rétta þeim björglas og kenna í Harvard sem ég hef alltaf haft gaman að hann var að segja Sveinn Margeirsson áðan að hann vildi vita og langaði svolítið að fá bara vita yfir hug, til dæmis samtal milli atvinnuvegaráðherra, ekkert endilega bara núna bara hverjum sem og skiptir engum máli hver það er, atvinnuvegaráðherra og nýsköpunar- og háskólamálaráðherra að það væri búið til þannig umhverfi að þú þekkir þessi háskólamál hrikalega vel að prófessorar og þeir sem eru að mennta æskuna, eða fólkið okkar sem er þá komið þarna á síðasta hlunni í menntun sé einhvern veginn alltaf með það að markmiði að fara út í þessa geira sem þú varst að tala áðan og ekkert endilega bara sjávarútveg en út í svona verðmætasköpunar geira. Getur tekið undir þetta? Heldur betur og það er alveg gríðarlega mikilvægt að við séum einhvern veginn að hugsa nám þannig að það eigi að styðja við verðmætasköpun og þá er lykillinn að við séum ekki með nám sama hvort það er að háskólastigi eða fyrri stigum og þeoretískt. Því að akkurat eins og Jenni segir að ef við ætlum að vera að byggja upp nýsköpunarfyrirtæki að þá þarf nám að vera dálítið svona hands-on ef ég sletta aðeins. Og það er það sem hefur tekist til dæmis í háskólum í Reykjavík, það hefur líka tekist í orkumálunum ef við horfum á önnur dæmi. Það er að færa akademíuna nær iðnaðinum. En ég verð að segja, ég held að séu ennþá stór tækifæri þarna. Við sjáum að það er ekkert endilega allir sem að þekkja sjávarútveginn. Sjávarútvegur kannski er svona ákveðið frá mörgum ef maður hugsa það. En ég held að séu tækifæri að efla námsleiðina og auðvitað eigum við að vera með langbesta nám á þessu sviði. Og bara til að segja sögu úr orkugeiranum að þá voru örfáir nemendur sem voru í til dæmis orkunáminu við HR, síðan eru það nokkur hundruð
allt nemendur nánast frá Bandaríkjunum sem voru að borga háskólagjöld og síðan tóku þátt í að byggja upp alþjóðlegt tengslanet og byggja og flytja út okkar þekkingu. Þannig að við höfum bara verið að hugsa þetta eins þegar kemur að náminu okkar á sviði sjávarútvegs. Þetta á að vera heimsklassa og þetta getur bara orðið eitthvað til að styðja við útflutninga okkar þekkingu. Ég held líka, svo góða saga sem við höfum geta sagt núna er að Svartskýrslan kemur út 1976 og við setjum á kvótakerfi 84 og komum svo rauninni með núverandi fiskveiðistjórnarkerfi með frjálsa framsalinu 1991 og þá verður rauninni viðspyrnan. Og þá förum við getum við búið til atvinnugrein sem hefur tækifæri til að fjárfesta í nýsköpun og endurnýja búnað og taka þátt í þessari vegferð. Og við höfðum það ekki áður. Og þá var bara offjárfesting og allt og mikið af framleiðslutækjum og allir eiginlega á hausnum. Þannig að sú saga, fiskveiðistjórnarkerfið, það er grunnurinn af öllu því sem við höfum byggt ofan á í dag. Og ég veit að Cornell University, sem eru mjög framarlega í sjálfbærni, þeir voru að vinna rannsókn af því hvernig þeir getur rauninni tekið íslenska fiskveiðistjórnarkerfið og búið til ákveðin leiðavísi fyrir aðra fiskveiðiþjóðir hvernig væri hægt að byggja upp gott kerfi. Þannig að það er mjög góð saga að segja. Áhugavert. Við þurfum alltaf líka að tala um stjórnmál því að þið eru nú á Alþingi og við veitum alveg hvað gerist í vor og sumar, það var hart tekist á og kannski ekki bara þingið sem að fekk á baukinn fyrir það, greinin hefur aðeins liðið fyrir það þó hún kannski, auðvitað náttúrulega var hún í mikilli viðspyrnu og mótspyrnu við veiðigjöldin, en kannski fekk síðan kannski líka eitthvað ósanngjarnt umtal eða hvað, bara ofan á það sem hún kannski endilega átti ekki skilið. Hvað er þetta umræðan standi í dag? Já, ég held að þessir auðlindageirar aftur, það hafi kannski, saman hvort við erum að tala um landbúnað eða orkumál eða sjávarútveg, að þá eru þetta geirar sem eru dálítið fjarlægir fólki, sérstaklega kannski á höfuðborgarsvæðinu. Og ég held, áður þegar fólk var að vinna í fiski eða fór í sveit eða eitthvað slíkt, þá var fólk nær þessum auðlindum og þótti kannski vænna þær. Og þegar mynda svona rof að við erum ekki eins nálægt þessari verðmætasköpun og flestir búa á höfuðborgarsvæðinu, að þá þurfum við að hugsa og það er kannski það sem hefur gerst núna, að það er kannski þessi geiri er orðinn of fjarlægur á meðan að ungt fólk í dag kannski áttar sig ekki á því að verðmætin eru allt í kringum okkur. Þar eru tækifærin og þetta er eitt af okkar hryggjarstykkjum í okkar efnahag. Þannig að ég held að það sé stórt og mikilvægt tækifæri fyrir geirann, fyrir stjórnmál líka og fyrir menntastofnanir og bara samfélagið heild, að dálítið að færa okkur nær hvað þýðir þessi atvinnuvegur, af hverju er hann mikilvægur, af hverju er hann framtíðin saman hvort við erum að horfa á hugbúnaðargerð eða matvælaframleiðslu, til þess að við séum svolítið meira saman í þessari umræðu. Hins vegar held ég að það sem við getum örugglega að tala lengi umræðan á Alþingi, en ég held að eitt af því sem að við töluðum mikið fyrir var það mat á byggðaráhrifum sem að slíkar breytingar hafa og hraði breytinga. Af því að auðvitað viljum við að geiri og auðlindir séu að skila ábata til samfélagsins, en það þarf líka að vera þannig að geirinn geti verið að fjárfesta í endurnýjun búnaðar, hann þarf líka að vera sjálfbær í rekstri til þess að hann geti keypt einmitt á alþjóðlegum markuðum. Og þó okkur finnst kannski þessi fyrirtæki vera rosalega stór í íslensku samhengi, að þá eru við auðvitað að keppa við miklu stærri leikendur. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt að þegar við erum að horfa á umhverfi fyrir sjávarútveg að við náum að fínstilla það, þannig að það sé samkeppnishæft en skapi líka ábata fyrir samfélagið og að við náum að passa upp á að við séum ekki að tapa samkeppnishæfninni og þar er stöðuleiki til framtíðar gríðarlega mikilvægur. Það er að segja að það er ekki gott ef að hver einasta ríkisstjórn ætlar að vera að gera miklar grundvallarbreytingar. Þetta er atvinnuvegur í samkeppni og við þurfum að horfa á það þannig. Þetta er svolítið Hallar að koma inn á það sem er búið að koma fram í sófanum og kannski líka inn í því að Guðmundur Kristjánsson í Brim var að tala það orð sem hann er kannski búinn að nota hvað oftast á þessu ári sem er fyrirsjáanleiki. Og svo var Úlfar Adolfsson hjá Marel hjá okkur áðan og að því að þetta verður eins og ég var einhvern veginn í einhverju nýjir að smíði einhvers konar keðja af fyrirsjáanleika, því að
fiskvinnslufyrirtækin eða sjávarútvegsfyrirtækin okkar eins og Halla kemur inn á þurfa að svona vita sirka bát hvað er að gerast. Því að hérna hafa verið einhverju 10 sjávarútvegsráðherrar frá því, þú veist, hérna frá því þú ert að tala frá 91 fattarðu. En fyrirsjáanleikinn veltur náttúrulega líka niður í nýsköpunarfyrirtækin af því að sko Marel til dæmis, eins og hann sagði, sko það truflar ekkert Marel innan risastóra gæsalappa þó drægist eitthvað aðeins saman hér því að það er meira fyrir þá að gera. En svo fullt af öðrum fyrirtækjum sem með afleidd störf. En fyrirsjáanleikinn þarf fyrst og fremst að vera í sjávarútveginum, þannig að ef fjárfestingarnar stoppa þar, þá hefur það væntanlega dómínóáhrif niður, eða ekki? Jú, sko, málið er bara að því miður er rauninni og ég auðvitað innst inni vona að maður hefði rangt fyrir sér þegar maður var að tala fyrir þessu, en maður fannst eiginlega svolítið augljós áhrifin. Og hvað erum við að sjá núna? Yfir 100 manns, það búið að segja yfir 100 manns núna. Bara svona í fiskvinnslum, í hagræðingu og öðru út af því að fyrirtækin eru að mæta þessum áskorunum sem að fylgja þessum hærri gjöldum. En þeir sem er að finna fyrst fyrir þessu núna og fundu bara strax fyrir þessu þegar umræðan byrjaði og þegar að, sko, það lá fyrir að þetta væri að fara að gerast, þá halda allir að sér höndum. Þú sleppir því að setja skip í slipp, þú sleppir því að endurnýja fiskvinnslulínur, þú hættir við að fara í alls konar vinnu sem að fullt af fyrirtækjum eins og Slippurinn á Akureyri, Kapp og fullt af fyrirtækjum eru að þjónusta sjávarútvegsfyrirtækin á hverjum degi. Og allir þessir aðilar, þeir finna fyrir því og hafa þurft að fara í uppsagnir, finna fyrir samdrættinum að því að allir að halda að sér höndum. Og fyrirsjáanleikinn við sjáum þetta núna í umræðinu ferðaþjónustuna. Og þetta á bara við allar atvinnugreinar. Að þegar það komin einhverja svona kollsteypur, einhverja svona öfgaskattheimtur, þá mun það hríslast út. Og þegar upp eru staðið, þá mun ríkið setja uppi með minni pening heldur en áður en að stað var farið. Og það er í rauninu það sorglega, það væri rosalega gott ef að vinstrimenninir myndu einhvern tímann ná þeirri teóríu, en þá verður líklega allir í Sjálfstæðisflokknum. Sko, svona tengt þessu með, sko, að þú varst að tala að fleiri ætti að fara í nám, tengt nýsköpun. En það var væntanlega svolítið erfitt að það er oft svona grínast með, sko, við erum 400.000 Íslendingar og 800.000 lögfræðingar, sko, að við erum að útskrifa mikið af lögfræðingum og viðskiptafræðingum sem bara góður gjaldavert og bara ekkert mál. En í staðins að það náttúrulega væri erfiðara núna fyrir átak til þess að myndi maður halda og bara fá svona þitt take á það að ýta þá ungu fólki út í nýsköpunargeirann þegar að nú er þetta umræðan að það er verið að draga saman. Þú fær nú kannski varla tvítugur að mennta því í einhverju sem að þú svona ert að horfa á núna sé að draga saman eða? Góðu fréttirnar er að hlutirnir virðast nú, sko, til langstíma að fara upp og niður. Þannig að það er kannski ágætt að sækja fram í. Ég sé alltaf að þetta eru auðlindir, þetta eru okkar verðmæti og þær, ef við hugsum vel um þær, þá munu þær halda áfram að vaxa til framtíðar og ef okkur ber gæfa til að hafa góða umgjörð um þær. Þannig að ég held að sé ekkert verri tími núna heldur hver annar að koma inn í þennan geira, þó vissulega sé það þannig að ef að geiranum gengur ekki nógu vel, að þá hefur það áhrif á það hversu mikið fyrirtæki getur verið að fjárfesta í nýsköpun. Og minna, hver er saga Kerecis til dæmis? Það er saga þess að það eru geirinn sjálfur sem er að fjárfesta og auðvitað viljum við sjá fleiri svona sögur. En mér langar aðeins svona fyrir utan námi bara til að koma inn á það sem Jens var að fjalla sem að er kannski að hluta til líka tengt að því við vorum að tala um aðrar atvinnugreinar í samhengi við, sko, landsbyggð og orkumálin í samhengi við það sem er að gerast á Bakka, það sem er að gerast hjá Elkem og fleiri fyrirtækjum, að kannski erum við aðeins að sjá að umræðan til dæmis þegar kemur á orkumálum hefur stoltið verið, við getum bara, orkuverðið má sveiflast mjög mikið, þá sjáum við líka að á hinum endanum er notandi sem að er núna framleiðandi í alþjóðlegri samkeppni, saman hvort að við erum að horfa á kísil eða álver eða annað, sem að þá getur, sko, liðið fyrir það ef að það er verið að sveifla mikið verðin á hinum endanum, orkuverðinu. Þannig að við sjáum hvað þetta helst allt í hendur og hversu viðkvæm þessir máttastólpar eru í sjálfu sér. Og það minnir okkur þá í mínum huga á það að, sko, ólík fyrirtæki hafa ekki orðið til af sjálfu sér. Það hafa orðið til að því einhverjir eru að berjast fyrir því að byggja þau upp líka og gera þau samkeppnishæf. Þannig að aftur við þurfum að passa upp á að umhverfið sé fyrirsjánlegt og þá á það, bara til að undirstrika það að mínu mati á það aldrei að hugsa það í kjörtímabilum, heldur að umgjörðin geti verið
sjálfbær í miklu lengri tíma og þá er þessi fínstilling sem að reyndi heldur betur á í þinginu í vor sem að varðar skattheimtu versus það að geirinn getur rekið sig. Og það náttúrulega kemur náttúrulega þá sérstaklega inn á samkeppnisefnina sem er svona eitt af lykilorðunum hér og það er náttúrulega sem að sjávarútvegsfyrirtækin hafa verið að tala mikið og þú þekkir nú kannski aðeins henni. Já, ég meina þetta segir sig allt sjálft. Ég meina við Íslendingar með okkar atvinnugrein eins og sjávarútveg. Ég meina sjávarútvegur til dæmis ef við tökum bara norðmenn sem við erum að keppa við, sem er helmingi stærri í sjávarútvegi heldur en við. Þeir eru sirka bát helmingi stærri í hefðbundnu sjávarútvegi. Þar eru ekki borguð hafnargjöld, þar eru ekki borguð veiðigjöld, þar eru ekki borguð kolefnisgjöld sem eru svo hæstu í heimi hér. Og þetta er samkeppnissviðið sko. Svo bætast ofan á þessir háu skattar og bætist í skattana og það er verið að hækka kolefnisgjöld og hækka veiðigjöld. Og það virðist einhvern veginn vera að við lítum svo á eins og Halla kom inn á að þetta séu risafyrirtæki. En ef maður oft séð birta þessa lista yfir 100 stærstu sjávarútvegsfyrirtæki í heimi, það bara heyrir til undantekninga við íslenskt fyrirtæki nær þar neðst á listan sko. Yfirleitt eru þau ekki á þessu lista. Íslenskur sjávarútvegur er bara 2% af fiskveiðum í heiminum sko. Þannig að við erum ótrúlega flott, ótrúlega framarlega með það sem við höfum gert og við eigum að vera stolt af því og við eigum að hugsa til lengri tíma og út frá samkeppnishæfninni og þar er náttúrulega orðið svolítið erfitt þegar að grein sem er mjög vön því að eiga við náttúrulegar aðstæður skilur, það er minnkun í kvótum, óveður og annað, þarf í rauninni að fara að það stærsti óvissuþátturinn er orðin pólitísk óvissa í rekstri þessara fyrirtækja. Þetta bara hefur áhrif á nýsköpun, fjárfestingu, allt saman. Algjörlega. Látum það vera loka orðin. Ég vissi ég ætti nú ekki miklu vandræðum með að fá ykkur til að ræða hérna málin. Halla Rut Lögadóttir, Jens Garðar Helgason, takk kærlega fyrir komuna. Hrikalega gaman að fá okkur. Takk. Við höldum áfram hérna eftir smá stund. Við erum að fara í forstjóra Brim og Iceland Seafood og ég get lofað ykkur því að með upphafs erindi þeirra beggja og þá sérstaklega hans Ægis hjá Iceland Seafood þá vil ég ekki missa þessu.